ef við viljum gera word art myndir sem eru eins og orðaský, að þá mjög góð leið að nota appi sem heitir wordart.com, hérna, wordart.com. Hér hægt að gera alls konar myndir og leika sér svolítið með liti og útlit og fleira. Það sem þarf að gera náttúrulega bara að finna slóðina, smetla á Create Now. Það hægt að gera sign up, en það ekki nauðsynlegt ef ekki á að kaupa myndirnar, ef bara verið að búa til mynd fyrir til dæmis Word-skjal eða til að nota í einhverja PowerPoint-sýningu eða eitthvað, að þá nóg að fara bara beint í Create. Þá nær hún í upphafsíðuna og þar eru sjálfgefin 3 orð, Word, Cloud og Art. Það sem þarf að gera að setja inn orð, það að smetla á Visualize sem hérna uppi, rauði hnappurinn, og það að nota Customize. Þetta það sem er aðalega það sem maður þarf að gera. Það hægt að gera undo og redo, sem sagt undo, taka tilbaka eða setja skilbununa aftur á sem maður var að taka tilbaka. Það hægt að setja í þetta einhverja hreyfingu og editera og svo bara reset, byrja upp á nýtt. Við ætlum bara að byrja með núna að ég ætla að setja hérna inn nokkur orð bara til að vinna með. Bara svona 5 orð, það væri fínt. Ekki tvisa sem við vinna. Bara fundur, hundur, það vísu svolítið líkt hinu orðinu og það kemur alltaf ný lína fyrir neðan og leiðu í þetta og enter að þá kemur ný lína til að skrifa í. Þannig ég þarf alltaf að íta og enter til að festa orðið inni. Nú þetta orðin sem ég komin með og ef ég vil sjá hvernig þau líta út hér, þá smelli ég á Visualize. Og það bara sjálfgefin einhver mynd hérna sem kemur og ég þarf að breyta henni nema ég náttúrulega bara vilja hafa hana svona. Ég get sem sagt breytt henni. Ég get breytt litunum í einstökum orðum eða ég get breytt hvernig orðin snúa og ég get breytt letrinu. Þetta það sem ég get breytt bara meðan ég hér. Síðan hægt að fara í shape eða hvernig það lítur út, velja myndina og það letrið, það layoutið og það stíllinn. Og við sko bara renni yfir þetta hérna. Ég ætla að breyta ég vil ekki hafa hestin svona á litin, þannig ég breyti honum, ég vil hafa hann kannski bara meira svona skærgrænan heldur en hann var og apply á það, svo að það breytist myndin strax og kannski kísa líka að hafa hana bleikari, sterkari litur heldur en þarna í og þá ég strax búin að ég þarf að gera Visualize og sjáu þið, einhverjum ástæðum þá væri nú kísan svört en ég hlýtt að hafa valið það, ok, það bara allt í lagi að hafa þetta svart. Nú ætla ég að velja myndina, þá smelli ég á Shape og þá fæ ég upp hér flokkana af myndum sem hægt að velja og ég ætla bara að velja eitthvað, ég ætla bara að velja, byrjum bara á því að veljum okkur bara hjörtu, svona hjartalega eitthvað í dag. Þannig að þá ætla ég bara að velja þetta rauða hjarta hérna, smetla á það og geri aftur Visualize, alltaf Visualize á milli til þess að sjá hvernig myndin lítur út sem ég komið. Og hún lítur svona út. Hún svakalega mikið rauð og það út af rauðu litnum sem var í henni. Þar sem ég var búin að breyta þessum ákveðnu orðum, hestur og kisa, breyta litunum sérstaklega í þeim, þá breytti hún ekki litunum á því. Hún breytti bara litunum á þeim orðum sem ég hafði ekki breytt. Þannig ef ég færi tilbaka núna og myndi breyta fundur til dæmis, leti það vera blátt, apply, að sjáu þá breytir hún strax og kannski kind líka, höfum það bara fjólublátt og apply, sjáu þá ég strax aðeins búin að gefa henni smá lit. Þetta sem sagt í formin. Síðan það, hún með sjálfgefið að hún með eitthvað ákveðið letur. Ég get breytt því eða ég get gert það eins og var hér að breytt bara ákveðnum orðum að þau að vera með öðru letri. En ég ætla ekki að gera það, ég ætla að breyta öllu letrinu. Ég vil hafa það eitthvað svona bara typewriter, regular og gera aftur þá ætti að vera aðeins mjórra letrið, myndi ég reikna með, heldur en það þarna, já. Ok, ég að lána með þetta og þá það layoutið og hér það hvernig ég vil að þau snúi. Þau snúa öll eins núna, þau snúa öll lárétt. Ef ég vil hafa þau bara random, segjum það, alltaf Visualize á milli til að sjá hvernig þetta lítur út
og hún smá stund að keyra það upp, það fyrir eftir hvað þetta þungt. Sjáðu, þá hún með þau allavega, bæði niður, upp og allavega. Ég alveg ánægð með það. Og svo get ég fikta hérna eitthvað aðeins meiri í þessu og síðan erum við með stílinn og þá það liturinn, hérna hversu mikið lit ég vil hafa. Sjáðu, ef ég fer hérna í þetta þá tekur hún hérna litin á bakvið eða hvort ég vil hafa litin sterkari. Það bakgrunnslitur og hvort ég vil gera hana alveg hérna glæran bakgrunnin þannig að hún falli betur inn í þegar ég set hana á hvíta síðu. Það hérna hversu sterkt liturinn á hjartanu spýt hérna eitthvað. Ég kemst að vísu ekki neðar á mínum skjá hérna, það eitthvað hérna fyrir neðan en það eitthvað sem að þið myndu bara fikta í á ykkar tölvum. Nú þetta bara tilbúið, ég bara sátt við þetta svona og þá þarf ég að downloada þessu yfir á tölvuna mína svo ég geti notað þetta í Word-skjali eða inn á PowerPoint glærum eða eitthvað álíka. Ég get ekki nota save nema að vera búin að gera sign in og ég ætla ekki að gera það. Þannig að það eina sem ég þarf að gera download. Smetla á download og velja annað standard PNG eða standard JPEG. JPEG alltaf minna, þannig að þið ráði hvort þið takið. Ég ætla bara að taka hérna PNG. Þá downloadar þið niður í download möppuna mína og nú get ég bara nota myndina í skjalið mitt.